Ok, þá var ég að setja upp komíkar. Jæja, við skulum, ég reyna að kynna eins upp í mannskapnum. Það er svo skemmtilegt að við erum með hérna tvo, sennilega mestu risaeðlum og steingjörungum í íslenska grín heima hérna í stúdíónu okkur í kvöld. Og það gerir það ekki léttara fyrir mig að vera með smá komík hérna fyrir þetta sjó. Það breytir því ekki að ég ætla nú að reyna, ég er nú oft verið að svona rýna í svona dægurfréttirnar og nú ætla ég að sleppa því þetta skipti og reyna að hafa svona í gaman að þessu því að þetta er miklu textahöfundar og söngfuglar í stúdíónu og ég ætla að reyna að púsla saman smá svona brag og hlustið nú því að í hægra horninu þar er hann Ómar, jú og hann hljómar alltaf svo stórskemmtilega og sérstaklega þegar hann Ómar og öldum ljónsakans og það er svo magnað að það minnir á hljómsduna er hljómar þegar Ómar er på sitt besta. Við skulum bjóða velkominn Ómar Ragnarsson. Og í vinstra horninu, það er ekki tónverkari með því að það er okkar maður Hemmi Gunn. Að hlusta hann er nú eins og baðasúpur viskubrunn og þessi tilvera ánars, hún væri svo sannarlega grunn. Við skulum bjóða velkominn Hermann Gunnarsson. Það er ekkert annað. Já, þetta er búið. Ég er aftur á vellur, þetta er búið. Þetta var glæsilegt. Takk ykkur kjærlega fyrir það. Herðu, þá hérna... Já, þetta byrju Björn, herðu, það er krónugrínið? Herðu, ég glemdi nú einu. Jú, þeir eru komnir í stúdíó til okkar og það er svo gaman að segja frá því að ég kasta upp hérna frá Danmörku og það er nú margir sem vöndum að því að vera inn í Danmörku og sérstaklega vinir minn og fjölskylda og þeir segja alltaf, ég segi nú reyndu, vil ég ekki drífa ykkur hérna yfir í helgaferð en það var svolítið gaman þessu þannig að nei, við hefum nú ekki krónum minn gatti ég segi drífa ykkur hérna yfir, hérna er alltaf krónum minn gatti, sjáu því Jæja, og þá er komið að kasta upp krónustöku. Þessir hefur verið flottir í sumargleðinu. Já, alveg. Hefði, ekkert verið að segja hefði, ég meina, nóttin er ung. Ég leiði bara að fer hjá mér hérna yfir hafið. Hvor vill kórónu, strákar? Ómar, bara kórónu. Og þá tekur Hemmi öldunar hérna og hjarta og svona. Herðu ok, og þá... Já, þetta... Ég fór eins og skipið til Danmörkur og ég kastaði svo mikið upp, ég kastaði næstu upp til Danmörkur. Já, en maður má nota næst í uppkastklíninu. Hvað ertu með? Er þetta kórónan? Kórónan, það er Ómar. Kórónan, það er Ómar sem að ræður hvort þú byrjar eður ei. Ég ætla alltaf heim að byrja. Nei, hvað? Ég er ræð. Það voru segjum aftan. Ég byrja þetta líka. Nei, þið skemmt. Ég veit ekki, nú náðu ég minni rána. Eftir öll þessi ár. Já. Og þá fæ ég hvað, ég bulla hér í 1,5 mínútu sem raddi. Það er ekkert að bulla og hérna bara eina sem ég fer fram á og þú sést rosalega skemmtilegur á fyndin. Já, það er nú líka skemmt. Það er ekki lítið sem við fara fram á hérna. Og ég hlæja fyrir hann. Já, það var fínt. Já, það var bandi. Reyndar er Dotti með svona takka sem maður getur ítt á og kemur. Já, þetta notaði þetta svolítið mikið. Þetta er notaði. Þetta er rosalega, já, þetta er þægilegt. Herðu, og eru leikmenn tilbúinir? Já. Herðu, og þá segi ég bara Hermann Gunnarsson. Jæja, hjartanlega velkomin þessi mig. Já, það er svo mikið svoleiðis sem ég er strókastlegt. Ég nefnilega fann upp Rástu. Það er svo mikið svoleiðis. Jæja, fannst þú það? Hún var löngu komin á undan. Nei, ég var svo mikið með í þessu. Er þú komin að Olli Vilsing? Nei, hver er þetta maður? Er þetta ekki Leifur? Og hann beið Hætti þessi stráka, ég nenni ekki svona vitleysu að ég næði að láta bara þetta er alveg rosalegt að standa í þessu já góður Olli ég var alltaf 30 sekúndur eftir 30 sekúndur eftir Já, Stefán það var sjótagur vitsi Já, Stefán út kom ég bæinn ég get þetta ekki Já, menn það er svolítið Hvað er svolítið? Olli bara nýr þetta að skjóta það lítið í löppina ég get þetta ekki Ómar Ragnarsson Já, ég er búin að byrsta viðtalslista minn, Leifur Óefni velkominn, þinn tími er kominn, í hverju byrjaðir þú? Ég var sauðfjárbóndi og hvernig gekk það?
Það byrja ágætlega til að byrja með, en svo byrju rollurnar að fá riðu. Og þær riðuð og riðuð og riðuð og riðuð. Og þær drápust og drápust og drápust og drápust. Í hvað fórstu svo? Fiskaldið. Hvernig gekk það? Það kom rok og kvíarnar byrjaði að fjúka. Og þeir fuku og fuku og fuku og fuku og fiskarnir byrjaði að drukna og þeir druknuð og druknuð og druknuð og druknuð. Í hvað fórstu svo? Ég fór í hlutabréfaviðskipti. Gekk það ekki vel? Vel til að byrja með, en svo byrjaði hlutabréfin að falla í verði og þau fjallu og fjallu og fjallu og ég tapaði og tapaði og tapaði. Latti, látt ekki svona, þú ert ekki Leifur Óefni, þú ert Latti, getur aldrei verið þú sjálfur. Já, þú meina það? Já, ég meina það. Jú, ég náttúrulega reyni. Og ég reyni og reyni og reyni og reyni. Allt í lagi, Leifur, ég er með ráðhanda þér, gerð eins og ég, og segðu við sjálfa þig, minn tími mun koma. Hermann Gunnarsson! Svo segir mér þegar hún fær svo líkur, út á meiri patta, hún skemm, Ómar, þú bara ert með marga aðra, þú ert nú meiri, dagur 1. Takk, og hann beið, og hann sigraði. Já, minn, þetta er bara svona, þetta er bara keppnið, þú er að reyna að vanda, ég fann upp keppnina. Ómar Ragnarsson! Það segði við Morfíður, þú ert búin að lifa svo lengi, tískan hefur breyst, hvernig voru fötin í gamla daga? Hvað segir þau? Hvernig getur þú lýst fötunum í gamla daga? Já, þær voru svona kringlóttar með haldi. Manstu nokkuð eftir Jóni forseta? Já, ég var á honum. Varstu á honum? Já, ég meira að segja fórst með honum. Þú meinar togarinn Jón forseta? Já, þetta, hvern meinar þú? Ég meina Jón Sigurðsson forseta. Ég var aldrei á honum. Keppni lokið! Glæsilegt. Vá! Þú varst bara með Jóhann og allt í nésum. Já, þælennin ég alltaf, já, hvað er þetta? Ég held að þú verður með grínverða þannig í fyrirlótinu. Það var hlegið svo mikið, það var svo gaman. Já, þetta var svo lélegt. Það er með sjálfur. En Hemmi, þú verður eiginlega að segja fyrir mig, já, Latti minn sem dengsi. Já, það er búin að gaman draum við okkur tótt að heyra það. Já, Latti minn, það er svo mikið svoleiðis. Já, Latti minn. Herðu, reglurnar eru einfaldar, það er íslenska þjóðin sem ætlar að sjá eða segja okkur hvor var betri í þessari keppni. 5, 6, 8, 7. 1, 2, 3. Heyrðu, eins og Haukur Heiðar. Hann tók þetta bara af mér. Það er mikið samspil. Það er Ómar Ragnarsson og Hermann Gunnarsson. Að sjálfsögðu Ómar Ragnarsson. Ómar Ragnarsson, þetta er ótrúlegu endasprettur þarna. Þetta gæti ekki verið jafnara. Nei, þetta var að Raggi hafði hringt í mig og ég var að vinna útvarpinu og hafði verið með einhverja skemmtiþætti á síðasta vetradag hérna á útvarpinu og svo hafði ég verið plataður til að gaula inn á áhöfn á Halastjörninni og ævintýraplötur eftir Gylfa Ægis. Og þá hringdi Bjarnason í mig einn daginn og sagði, það er bara að þú kemur í sumargleðina og ég sagði nei og þá, jú, þú kemur víst og hvað á ég að gera? Já, þú verður með mér að í kynningum og svo syngur eitthvað þessu sjóarapexi bara. Og þannig var það. Og Akranesruglið. Já, Akranesruglið. Þú veist hvað Akranesruglið var? Ekki hugmynd. Já, sagði, veist, nú spilum við Akranesruglið, gæti aldrei munanafnið. Það var Andsilja með Dumbo og Steina. Hann var nú ekki þekktastu fyrir að muna textana sína. Það var ekki eins og nöfnin heldur. Og Svífur yfir essin og það var Esjubexið. Það tökum við upp í Esjubexið. Það var svo hallarslegt og við alveg að gera í buxurnar innan allar þessar stórstjörnur. Gera í buxur sín? Já, buxur sín og nema hvað að við komumst í gegnum þetta og komum svo niður í kjallar og þá kom Gunnar Eyjólfsson til mín og á þessu lifi ég enn þann dag í dag og hann sagði, hvað heitir þú ungi maður? Og ég sagði, ég heiti bara Hemmi. Ég hef ekki sagt þér það, Bessi komdu hérna. Og, já, ég kemur það. Og þá segir Gunnar, ég hef ekki sagt þér það, Bessi, að þessi drengur, hann á eftir að verða heimsfrægur leikari. Akkur segir það?
Vegna þess að röddin hans liggur svo nálægt minni. Hermann Gunnarsson, Ómar Ragnarsson, takk kærlega fyrir okkur og Ómar til hamingju með Og sigurinn. bestu kveðið til Danmörkur. Já, takk fyrir að ég skila því. Já, ok. Það eru frábært. Já. Það var ekki lægið þetta minn. Þetta var snill.